Fanir getur haft tvíþætta merkingu. Þetta geta verið fanir á fansveppum. Ef ég horfi undir sveppin þá eru ýmist svona lítil göt á þessu parti hérna. Þetta er stilkurinn. Hérna horfum við undir hattinn. En á fansveppum þá eru svona rendur hérna og þessar rendur heita fanir. En fanir er yfirleitt notað, meira notað frekar en í þessu, þegar við tölum um fanir þá erum við að tala um fjaðrir. Hér er fjaðrastafurinn í miðjunni, út úr honum ganga fanir. Og þær liggja mjög þétt og á þeim eru krókar sem krækja þeim saman. Það er það sem heldur fjöðrinni saman, virkar eins og til dæmis á flugfjöðrum. Þá eru fanir hérna báðum megin. Og fuglarnir geta lagað þetta með því að krækja þessu saman aftur, nota gogginn eða fæturna til þess að krækja þessu saman aftur ef þetta fer í sundur. En svo eru aðrar fjaðrir eins og dúnfjaðrir þar sem að fanirnar krækjast ekki saman. Og þá lítur fjöðrin bara út einhvern veginn svona.